Vextir hafa áhrif á líf okkar langflestra og geta haft áhrif á það hvernig okkur gengur að leita að peningum. Í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir helstu atriði vaxta. Vöxtum má skipta í innlánsvexti og útlánsvexti. Í grunninn eru vextir bara gjald sem greitt er fyrir að fá lánað fjármagn eða peninga, einhvers konar leigugjald. Hvort sem við erum að leggja inn pening, eða fá lánaðan pening, þá þurfum við alltaf að huga því hversu háir vextirnir eru. Innlánsvextir eru til dæmis vextir sem að bankinn greiðir okkur þegar við leggjum peningun okkar í sparnað. Þá þurfum við að huga því hversu háir innlánsvextirnir eru og hversu lengi við ætlum að spara. Dæmi snýst hins vegar við þegar við förum að tala um útlánsvexti, en þeir eru í raun og veru gjald sem að við greiðum bankanum þegar við fáum lánaðan pening. Þarna þurfum við líka að huga því hvaða vextir eru í boði, því að smávægilegur munur á vöxtum getur haft gríðarlega stór og mikil áhrif í lokin. Þegar við fáum lánaðan pening, þá skuldbindum við okkur til þess að greiða peningin tilbaka með fyrirfram ákveðnum afborgunum. Ef við hins vegar stöndum ekki við þann samning sem við gerum, þá getur komið til þess að við þurfum að greiða auka vexti. Þeir kallast dráttarvextir. Dráttarvextir geta verið mjög háir og því skulum við reyna að komast hjá því að borga ekki af láninu okkar á réttum tíma. Hvort sem við erum að tala um innlánsvexti eða útlánsvexti, þá geta þeir verið breytilegir. Og ef þeir eru breytilegir, þá getur það haft bein áhrif á til dæmis ávöxtun og sparnaði, eða afborganirnar okkar af láni. Að lokum er rosalega gott að vita hvernig maður reiknar vexti. Það er mjög mikilvægt að vita hvað maður er að greiða, eða hvað maður er að græða. Vextir eru oftast gefnir upp sem ársvextir, sem er kannski frekar skrítið fyrir okkur því að flest hugsum við fjármálin okkar mánuð fyrir mánuð. En mánaðarlega vexti má reikna á þennan hátt. Ef við fáum lánaða 1 milljón og þurfum að greiða 5% vexti, þá sláum við 1 milljón sinnum 0,05 sem eru vextirnir, deilt með 12 og útkoman eru vextirnir sem við greiðum á mánuði. Ef þið viljið koma með mér að leita að peningunum, þá endilega kíkið á leip.is eða sem sagt leitinadpeningunum.is. Linkurinn er hérna fyrir neðan. Og endilega skoðið líka hlaðvarpið okkar, Leitin að peningunum.